Þá kom að 5. lið og síðasta, skýrsla bæjarstjóra til máls, tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það má segja að síðustu vikur hafi einkennst af töluvert mörgum vinnufundum tengjast fjárhagsáætlun, bæði með stjórnendum og bæjarfulltrúum. En sömuleiðis rétt að nefna að vikulega eru haldnir sviðsstjórafundir og þeir eru haldnir á þriðjudögum, þar sem við erum að fara yfir sameiginleg málefni og ræða mál sem snerta stjórnendur bæjarfélagsins. Þann 17. september síðastliðinn þá tókum við Halla Björk á móti 19.000. Akureyringnum, honum Benedikt Árna Birkisinni, en hann kom í fylgd foreldra sinna Kristjánu Árnýju Árnadóttur og Birkis Rafns Júlíusinni, og með þeim í för var Aþena Sif stórasystir. Benedikt Árni er fæddur núna í júlí og þurfti þess vegna fylgdarfólk með sér, en þetta var ákaflega gleðilegt að fá hann í heimsókn og við óskum honum allsins besta í framtíðinni. Þann 18. september þá ávarpaði ég gesti á ráðstefnu sem haldin var í Háskólanum á Akureyri og bar heitið Conference on Development of Regions and Organization Challenge for Economics and Management Science. Þetta voru gestir frá Pólandi að megninu til og Austur-Evrópu sem voru hér á ráðstefnu, og ávarpaði ég þau og bauð velkomin til Akureyrar. 19. september átti ég fund með Björgu Erlingsdóttur, sveitarstjóra Svalbarðsstrandarhrepps. Þann sama dag voru við hér í áhugaverðri vinnu í Hofi við mótun nýrrar sóknaráætlunar fyrir Norðurland fyrir árin 2020-2024. 20. september þá heimsóttum við Halla Björk, forseti bæjarstjórnar Samherja, en þar tóku á móti okkur Kristján Vilhelmsson og Þorsteinn Már Baldvinsson. Þann 20. september sat ég ársfund Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og síðar þann sama dag þá sótti ég formannafund Krabbameinsfélags Íslands hér á Akureyri, en hingað voru komnir allir formenn krabbameinsfélaga víðsvegar landið, og mitt framlag inn á fundin var hversu mikil áhrif og hversu mikilvægt það að hafa félag eins og Krabbameinsfélag Akureyrar í nærsamfélaginu. Og þetta var mjög gott samtal sem við áttum þarna. 21. september átti ég fund með Margréti Hallgrímsdóttur þjóðminjaverði, þar sem meðal annars var rætt sigurhæðir. Þann 24. september hitti ég konur, nei, það voru ekki bara konur, það voru líka karlar. Hitti ég á vinnufundi hóp félaga okkar frá Noregi og Svíþjóð, en þau eru að vinna að verkefni sem snýst kynferðislega áreitni á vinnustöðum í heilbrigðisgeiranum, og ég sagði meðal annars frá nýsamþykktum tillögum okkar hér hjá Akureyrarbæ siðareglur, hagsmunaskráningu og samskiptasáttmálann okkar, og vakti þetta mikla athygli og mikinn áhuga hjá okkar norrænu vinum. Þann 25. september fórum við Halla Björk og heimsóttum Kjarnafæði, þar sem Eiður Gunnlaugsson og Gunnlaugur Eiðsson tóku á móti okkur, og þann 27. september fórum við Halla Björk í heimsókn í Stefnu, þar sem Matthías Rögnvaldsson fyrrum forseti bæjarstjórnar tók á móti okkur. Bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtalda fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 19. og 27. september, bæjarráð 19. og 27. september, frístundaráð 16. og 25. september, fræðsluráð 16. september, skipulagsráð 25. september, umhverfis- og mannvirkjaráð 13. og 20. september, velferðaráð 11. september, og hægt að nálgast þessa fundagerðir á vefsíðu bæjarins, og þá segi ég fundi slitið klukkan 17:05.